Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá komið að fjöllum leikhús. Það leikurinn sá hérna við rauðaborðið að ég sendir leikhús að horfa á eitthvað, svo fæ ég aðstandendur sýningarnar til þess að koma hingað og spjalla við mig og ég fór á Moulin Rouge, Rauða Millan í Borgarleikhúsinu á föstudaginn og hingað komið bara góður hópur af aðstandendum. En samt bara lítið brot, þetta náttúrulega risastór sýning. Hérna Ernesto Camilo Valdes sem dansari, Margrét Eir Hönnudóttir sem leikona og Hildur Vala Baldursdóttir og Mikael Kóper. Þau tvö, Hildur og Mikael, fara með aðalhlutverkin og Brynhildur Guðjónsdóttir, kölluð Bibba, sem Bibba búin að koma sér í bobba. sem leikstjórinn. Já. Það fer vel á því að bjóða okkar Rauðu Miljunni hérna við Rauðaborðið. Takk fyrir. Já, ég fór með dóttur minni á þetta og við bjögum upp í hverfinu sko. Við löpuðum fram í Rauðu Miljunni alla daga líka. En við sáum nú ekki gamla hverfið okkar hérna. Jó, það reyndar hérna Montmartre hérna uppi. Og ég gæti verið svona í aðdraganda sýningarinnar og í hlénu verið að segja henni sögu hérna Montmartre. Og af hverju var svona vilt líf þarna, þetta var utan borgarmörkin, þarna mátti selja brennivín og áfengi og þarna var ekki verið að skipta sér að því þótt að konur væru að selja sig, öfugt við innan borgarmarkana. Eins og segir í einum söngteksta sem Bragi Valdimar þýðir svo snildilega, við skiptum okkur ekki neitt að þér. Nei, þetta var og við verðum seint kóngar. Þetta var Kristjani að síns tíma ef að einhver svona síðhippi að hlusta á okkur. Vonandi, ég held að síðhipparnir sitja allir við tækið. Herðu, en Brynhildur, má ég byrja þér því að þú líklega varstu leikhússtjóri þegar var ákveðið að taka þetta upp. Já, þetta allt mér að kenna. En það var alltaf ágætt að byrja þannig. Á hverju þetta sett upp? Vegna þess að sem leikhússtjóri þá maður alltaf á höttunum bara eftir bestu bitunum fyrir leikhúsið. Borgarleikhúsið er alþýðuleikhús. Við ætlum að bjóða upp á mikla og góða alþýðuskemmtun og sérstæða leikhúsins okkar svo að við tökum á móti miklum fjölda fólks og með við höfðatölu þá þetta náttúrulega rosalega margir sem að leggja leið sína í okkar hús. Og hafið verið með hvern hittar hann á fætur öðrum? Já, takk fyrir það. Bubba og Latta og... Bubbi, Latti og fleiri, Elli náttúrulega, fleiri sýningar sem hafa hitt í mark og söngur og dans heillar og þetta svona þessi Parísar kjarni sem litli demantur sem inn í þessari sögu fannst mér gríðarlega heillandi. Ég féll fyrir myndinni 2001 þannig að þegar ljóst var að þetta var orðið á söngleik á Broadway 2018 frekar en 16, ég kannski eitthvað að rugla núna. Þá bara þurftu allar vélar að fara í gang og ég tek við leikhúsinu 2020 og þá sem sagt aðaldramatúrgin okkar Magnús Þór, hann í samskiptum við alla svona réttindaskrifstofur og þá bara hömrum við þetta fast að fá. Ég bara trúði bjargfast á þetta og að ég elska svona. Af því að þú heillaðist í leikhúsinu, hvað ár var þetta sýnt? Ég sá þetta í leikhúsinu líka. Nei, í bíói fyrir ekki. Í bíó, 2001. 2001? Í bíó, já, 2001 kemur þessi mynd Baz Luhrmann út. Þið stjórnuna, þið ekki þessa minningu að það sé þetta í bíó? Nei, þannig ég 2 ára sko. Þannig ég sá þetta ekki í bíó. Ég 38 ára þarna. Já, þú ert 38 ára þarna? Nei, ég hef verið 9 ára. Þannig ég sá hann ekki í bíó, en ég man alveg eftir að hafa séð hana bara þegar ég var... Þetta þessi nostalgíska tilfinning sem Brynhildur gengur með. Ekki kannski bíóferðin, en ég man alveg eftir að hafa séð hana þegar ég var yngri. Sama hér, já. En þetta það annar leikrit sem byggt á bíómynd í Borgarleikhúsinu. Brokeback Mountain. Já, akkurat. Hvað í gangi? Þetta ekki svolítið öfug leið? Kannski. Þetta sem fólk vil sjá. Þetta það sem fólk bara flikkist á. Sko, upphaflega, vissulega þetta byggt á þessari bíómynd, en John Logan semur þetta sviðishandrit og hann þú veist, þetta bara flottu gaur og ég kynnti mér hann aðeins og hann skrifaði Rautt, leiksýninguna Rotko sem að hún, Kristín Jóhannesdóttir leikstýrði í Borgarleikhúsinu fyrir einhverjum árum. Sem við ættum náttúrulega fjallum við þetta rauða borð. Þú veist, ég meina, hér komið þema. Allt sem rautt. Það var náttúrulega allt önnur sýning, ég sá hana. Rosalega flott, ég man eftir að hafa setið þar og... Stofudrama
mjög vel skrifað. Herbergisdrama og svo Kristín svo mikill snillingur, hún setti svo mikið af bara klassískri tónlist þarna inn, þannig að maður satt, horfði á leikritið, en undirmeðvitundin var að hugsa eitthvað allt annað, bara dagdreymdi inn í stóran heim. Í öllu falli, hann skrifar þetta sviðshandrit og það er það sem er bara grunnurinn að þessum sýningum Rauðu mylluna. En margir sem að koma og sjá ykkar uppfærslu hafa séð myndina. Og sáu þið myndina, það undirbúningur? Nei, ég hef reyndar ekki hort á myndina núna bara síðan að því að við settum þetta upp í Vestló og þá lék ég það voru svolítið fleiri bóhemar þá í eins og í Vestló Já, það koma fleiri frægur bóhemar en ég lék klæðskera bóheman Númer 3 og þá horfði ég mikið á myndina og horfði á hann í fyrst skipti en ég hef ekki hort á hann síðan þá Ég horfði á hana saman kvöld og ég fekk hlutverki það var bara svona Þetta eru ekki smáraðis leikarar sem eru þannig sem heilluðu Brynhildi Þannig að það skiptir ekki máli eða eitthvað Hvað, Ewan McGregor og Nicole Kidman? Já, þau gerir þetta vel, við bara gott að nýta þau til innblásturs og svo gerum við þetta bara okkar Ég er bara að velta fyrir mig gott að síðu svona það er náttúrulega til eitthvað sem heitir svona uppfærslu saga sem hefur áhrif að það er ein uppfærslu byggð á næstu þannig að það er ekki hægt að horfa alveg framhjá því hvernig hann bjó til þína persónu, þinn kall þinn dreng Já, dreng Þessi ákefð er náttúrulega eldurinn í honum og hann er bara ástin skiptir öllu máli það, þú veist, ég held að jú, hann gerði þetta mjög vel Þá er betri í því einmitt að vera svona drifnir áfram af einhverju svona ólmu inn í sér Jú, hann var náttúrulega í mínum skóla sko segir svona, já við Stebbi Jóns og Júan og fleiri Herðu, en sko söngleikur, á maður að taka þetta alvarlega ef að ræða söguna ef að ræða ástina eins og hún er stilt þarna upp það sömuleyti eitt sem er datt í höfður á Róða þið kannist þið svona incel hugsanir það er svona ungir karlar sem að ég myndi kannski segja gangi ekki út og þeir fá það hugmyndir konur að þessu sviknir á konum eins og að konur svíkja þá vegna þess að þær elta bara peninga og betur settra kalla þannig að þeir eru eftir og þetta eru strákar sem að sita við tölvunnar og þetta er talið vera bara hókuð öryggið þessi drengir sem að sita þarna og með þetta í höfður var horfa þetta Vá, gott komið langt Þín er í þessu vali að hún getur valið sko ástina eins og ungan manns eða öryggið og peningana og ég má maður kjafta ekki allir að sjá þetta en hún velur eiginlega bæði eða reynir það eða hvort og verður að gera það vegna hún það bara fórnar sér fyrir fjölskylduna þá hún bara verður að fórna sér fyrir alla og þetta er náttúrulega klassískt í klassískum verkum konan deyr það er bara þannig, hún verður að fórna sér fyrir alla ég held að sé ekki launungamál hvernig sagan endar sko það verður ekki sem kemur bara við getum sagt það sem svo hún getur ekki valið þess vegna deyr hún bara kannski já, kannski er það þannig, ég meina skoðum bara heiminn en skoðum líka bara söguna aftur í aldir að bara af hverju deyr alltaf konan bara fyrstu hlutverkin mín í leikhúsi var bara ég hugsaði einhvern veginn minnst deyr alltaf Mimi í Rent þetta er sama hlutverkið bara stúlka með tæringu nema bara þar var hún eiturlyfja neytandi hún deyr þetta er bara þetta er alltaf sama La Bohème verður á sviðinu á litla sviðinu og meðan þau eru að leika á Moulin Rouge þetta er sama saga en er þetta þannig kæru konur að konur hafa raunverulega ekki efni á ástinni Ég hef efni á minni Þið settu þetta upp, ég er að spyrja en nú er uppsetningin ekki nútímavæð þannig að hún er sett í þá tíma þannig að það var kannski aðeins meir í húfi þá Þú setur upp eitthvað gamalt vegna þess að það á erindi við nútíma það er alltaf eitthvað sem við tengjum og ástin vonandi lifir ennþá sterku lífi en þú veist hvernig fólk bara átti í sig og á var kannski öðruvísi á þeim tíma heldur en það er núna þegar við getum bara
valið hvað sem við viljum og það verður allt í lagi en kannski í þá tíma þá var það ekkert allt í lagi sko. Það geta ekki allir í öllum löndum valið. Guð veit að maður hugsar, þú veist, bara við getum alveg farið rosa djúpt og við getum verið með bara stöðu konunnar fremst og Guð veit að Afganistan og Súdan í vanda. En þetta klassísk saga og við sem erum að búa til leikhús núna, óhjákvæmilega erum við alltaf með einhvern spegil á nútíman, af því það eru við sem erum að reyna að toga eitthvað fram í sögunni. Og það ekkert mál að gera leikrit gjörsamlega marflatt og bara einhverja þunna línu fremst, en við erum að reyna að búa til marglaga sýningu þar sem allir sjá sitt. Þú spottar einhvern incel þarna, einhver annar spottar eitthvað allt annað. En það allavega, við gerðum okkar besta en óhjákvæmilega svona stórsjá byggt upp í kringum gríðarlega mikinn söng sem við erum hérna með stjörnur sem valda leik, söng og dansi og Margrét alltaf bara sérfræðingur í söngleikjum, leikkona og mentuð úr bara söngleikjafræðum líka og Camilla veit hvað að dundra eitt gott dansnúmer í gang og í kringum þær svona vörður þurfum við að sauma þessa sögu. Vel aðeins með söguna, sko, því að hann hefði náttúrulega getað orðið incel, hann verður það ekki? Nei, einmitt. Hann hefur tilfinningarlega þroska að vinna úr þessu. Akkurat. Og þetta alveg svolítið áhugavert sem þú ert að segja með incelin, sko. Af því að þegar ég var í skólanum þá voru svona að kynna okkur þessa incel-gaura, sko. En ég held að það sem að stjórni þeim og þeirra hugsunum sé meira einhver svona biturleiki í garð konunnar að hún skulda honum eitthvað að meina telja að hún hafi komið hingað fyrir hann, hafi verið búin til úr hans rifbeini og þeir eigi hana. Akkurat. Það svolítið þannig. Það nefnilega, það málið. En ég held að það sem að stjórni Kristján sé bara einlæg trú á ástina og hann geti ekki litið framhjá því að þau séu ástfangin og hann finnur það og hún finnur það og honum finnst, hann bara skilur ekki eins og hann segir, til hvers annars að þrauka þetta líf ef ekki fyrir ástina og hann næri ekki utan það og ástin og kærleikurinn það sem að stjórnar hans vegferð en ekki eitthvað, hún skulda mér að vera með mér, það ekki það sko en á einhverjum tímapunkti þegar tilfinningarnar verða öfgafullar, þú veist eins og í Roxanne þegar afbrýð sem hann tekur yfir og hann verður einhvern veginn fer frá því að vera saklaus drengur yfir í eitthvað svona bóhem listamann sem hann sá í byrjun og svona smá hræddist, þá kannski taka einhverjum svona incel hugsanir við, en svo nú maður að spoila öllu en svo í lokin þegar ástin sigrar að þá, ef við tölum þetta incel, þá held ég að það strókist svolítið út, sko en hann einfaldur, sko, en hún náttúrulega kona og þarlandi svona betri sans fyrir lífinu, að það flóknara. Akkurat, það það. En hún líka gengið í gegnum miklu meira en hann og hún eldri og hún þeirra bakgrunnur náttúrulega mjög ólíkur. Hún bara þurft að hafa dálítið meira fyrir þessu og veit bara að það kostar að ætla að verða ástfangin af einhverjum. Já. Það ekki einfalt val, þess að hann heldur. Það kostar hann og það kostar alla sem hún elskar. Fjölskylduna. Það nefnilega það ekki einfalt að velja þig góða, sko. Nei. Það sömuleyti það sem klassísku falli saga. Og hvað hið góða þarna? Þú veist, það að bjarga fjölskyldinu eða það elta tilfinningarnar? Og margir sem segja að það sé svona eitthvað starf að láta hjarta ráða för og eitthvað starf á því svæði. Akkurat. Það svona flesti komast að þeirri niðurstu á dánarbeiðinu. Það búin að sóa lífið sem í einhverju vilsu. Einmitt. Herðu, en söngleikir, ég skal Reykjavík svo hrættur að ég var að draga þetta yfir eitthvað drama, sko. Við elskum drama. Söngleikir, þeir eru það svolítið mikið af söngleikjum. Núna, og kannski svona undanfæri, 15 árið eða? Hér heima? Þetta kemur svolítið söngleiki koma og fara og svona svipað á vestrarnir, eða ekki? Eða það bara eitthvað fyrirbrigði í menningunni sem alltaf bara einn hilla? Hvað segir Margrét? Já, ég myndi segja, ég tók þátt í uppsetningu á Hárinu 1994, þar sem að mér fannst svona sprengjast upp þetta söngleikjaform, bara
til landsins, það voru náttúrulega búið að setja upp söngleiki áður en það var svona virkilega svona sprenging þá sko. Allt einu föttuðu allir hvað þetta er skemmtilegt. Já og bara þú veist hvaða heillar að horfa á svona sýningu sem er fullt af orku og tónlist og dans og bara mikil tjáning í gangi og svona eftir það fannst mér þetta verða svona reglulegt fyrirbæri á hverju ári voru settur upp söngleikir bæði í báðum leikhúsunum og fyrir norðan líka og en það er svona, mín upplifun sem söngleikakona er að þetta er ennþá form sem að svona á eftir að setjast. Þetta er hér eða? Já, af því að það er svona, það er ekki nærði allir söngleiki sem að ganga upp, sem að hafa selst vel eða svoleið, sko. Þannig að... Þeir eru dýrir í innkaupum. Algjörlega og stundum eru bara... Þeir eru búin að sóa mörgum milljónum áður en að frumsýnt. Sóa kannski ekki orð sem ég myndi nota. En þú veist, þetta eru oft 30 manns í söngleik eða svo eru líka bara 6 í einhverju söngleik, sko. Þannig að þetta svona er alls konar stærðargráðum. Má ég spyrja leikhússtjórann fyrirverandi, frumsýningu, tjaldið er í frá, hvað er búið að eyða mikið að penningum, eða fjárfesta mikið, ég veit hvað viljið þið nota í það? Já, bara verja, leggja undir. Margir peningar en 10 milljóna 10 milljóna já en og nú bara ég er svo mikil áframmanneskja ég man ekki neitt og nú er ég bara alveg búin að gleyma jú, margir peningar en það er áhættan sem við verðum að taka ef við trúum bara bjargfast á það að þetta sé það sem fólki vil sjá. Það er svona auka spenna í kringum uppfærsluna að láta þetta virka. Það væri alveg glatað ef þetta væri ömulig sýning. Þau segja það bara nákvæmlega eins og þeir. Það er svona, kemur svona auka í þetta heldur en að vera bara 2 leikarar niður á Litla-sviði. Það getur verið alveg stórkostleg sprengja í 6 leikurum, sko. Sem að gefa allt í með tilfinningarnar úti og söngur og allt saman. Álægið á því að þetta er svo skiptir leikhúsi svo miklu máli, þetta gangi upp. En svo er líka einhver 2 manna sýning sem er kannski nýtt íslenskt leikrit og bara það kostar formúu og það er bara hnefafull af fólki sem hefur áhuga að koma að sjá það. Það er líka bara mjög dýrt og það eru sýningarnar sem endi í mínus. Við gerum söngleikinn til að fjármagna þær. Einu sem voru búin til revíur til þess. Revíur eru stórkostlegar, ég er með frábæra hugmynda reví, ég ætla ekki að segja frábæra hugmynda, það er ekki að setja það upp aftur. Nei, ég meina hugmynd, sko. En það er einmitt að við erum að tala svona verð meða á svona söngleik af því að hvað kostar að fara á söngleik í dag? 14.000 það kostar 14.900 á þessa sýningu. Allstaðar í heiminum kostar einn miði á söngleik ekki undir 25.000, sko. Og þarna er þvílíkur mannauður á sviði að sko leggja allt sitt fram með allt sitt bakland bara á sviðinu og bara við elskum öllum að vera þarna og það er gaman, það er frábær hópur, sterkur, mikið talenti á sviðinu og bara 14.000 krónur finnst mér bara gjöfin ekki gjald. Já, það er bara ekki mikið. Neyru í stóra samvikið. Fjárfesta í mannauð. Svo líka bara að hafa 13 dansar á sviðinu, það er bara geðveikt, sko. Það er bara kraftur, sko. Líka bara svo mikið dans í þessu söngleikur að hafa 13 dansar að það er geðveikt og gefur ógeðslega mikið í sýningu, sko. En þú verður gaman fyrir því að ég sé sýninga þess að þú ert bara einu dansari? Já, það er satt, sko. Það er satt. En svo gaman að vera núna með 13 dansar á sviðinu. Svo geðveikt, sko. Orku sem er í kringum okkar, það er ótrúlegt, sko. Gaman að upplifa það. 14 og 9 og svo mætir maður á sviðið og maður sér leikmyndina sem er búið að vera að smíða í marga mánuði og maður setur á sig gervin sem er búið að sníða að þér. Þetta er engu líkt. Búningarnir, þetta hlýtur bara að kosta mjög mikið af því að þetta er allt svo flott. Líka bara ógeðslega gaman að upplifa þetta. Sérstaklega fyrir hana, því þetta snýst svolítið hana. Ógeðslega gaman fyrir okkur að vera með þessi stjörnu. Svakalegur endrans að koma. En þetta er líka bara til þess að þú veist, öll þessi leikhúsupplifun sem að fólk talar það er þessuna sem að mér finnst líka gaman að fara á bæði tónleika og í leikhús að það er bara þegar maður lappar strax inn að það sé eitthvað upplifun, hvort það sé lykt eða í gegnum augun eða heyrnin eða eitthvað, sko. Að það er
gefur mann innblástur til þess að bara fara í gegnum veturinn. Og upplifa í hópi, sko. Það annað að upplifa. Og á bara meira þess að við bíómynd. Það alltaf að horfa á bíómynd í bíói heldur en heima. Algjörlega. Og sér helst þegar það svona sæmilega fullt bíó, þannig að það bara að sitja 7 kallar í bíó þá er það eins og að horfa heima. Já. En þegar maður finnur hvernig salurinn upplifir verkið. Og allir taka sama og andvarp og allt saman. Kannski einn af fáum stöðunum sem að fólk ekki í símanum. Og bara svona. Einu sinni var það þannig að fólk var ekki með glas, en það er núna ekki, nú fer fólk með glas. Já, það er bara non-negotiable. Það breytist einhvern tíma fyrir. Herðu, en þitt hlutverk, Camillo, ert þú að leiða dansinn þarna einhvern veginn eða? Sko, ég er ekki dansahöfundur, en minn hlutverk núna er þegar dansahöfundur fer og klára verkefni, þá er ég svona, hvernig segir maður, svona, ekki dansæfingastjóri. Þannig raun og veru, ég sé að halda uppbytum og ég sé það kemur eitthvað við einhverju dansarar, einhverju mesli eða veikindi, þá þarf ég að koma inn og kannski breyti smá dansinn, þannig ég er að halda upp á kæði, dansinn verður alltaf sama. Þegar þið að dansa svona í hóp, er ekki einhver sem að leiðir svona? Við kunnum allir dansinn ógeðslega vel, sko, þannig við erum... Engin svona fyrsta fyrla? Nei, ekki svoleiðis, við erum öll eins og bara kraftur okkar er bara... En það eru dansarar þarna? Já. Svo er fólk sem er ekki dansarar. Jú, en svo leikarar. Já. En svo eru ógeðslega margir leikarar sem eru eins og Íris Tanja til dæmis. Hún er með svakalega hlutverk og hún er líka var mentuð dansari áður en hún fór að vera leikona. Þannig tjáningu sem hún er að sitja þegar hún er að dansa, það er sérstaka fyrir hún kann dansinn, hún hefur reynsluna í að vera í dansinu. Dansararnir eru ég veit ekki hvað það með ég segi það eru bara misgóðu dansarar og það er þannig að þegar kemur eitthvað erfiðar þá eru dansararnir framar á sviðinu og leikararnir svona aftar og það er þannig. Já, en samt, ég held að við höfum verið að vinna sem hópur ógeðslega þétt. Ég finn ekki að það sé að skulum fela okkur dansara fram af því leikara kunni ekki að dansa. Það er ekki þannig. Þetta með Hildur hún er alveg að syngja og dansa fyrir fram hún er alveg fremst og hún er að dansa eins vel og dansar að gera, sko. Svakalegt. Í alvöru. Það er geðveikt, sko, að fylgja með þér, að sjá þig að dansa, sko. Þannig, já. En þegar maður er að setja þetta upp, þá þarf maður að finna fólk sem getur sungið brjálæðislega vel, dansa brjálæðislega vel, leiki brjálæðislega vel. Það er svolítið... En þetta er svo mikil forréttindastaða í alvörun að bara fá að velja hópinn sinn. Við stiltum öllu saman upp í kringum aðalhlutverkin. Og við vorum með svona, það voru leynipröfur heim í eldhúsi hjá Jóni Ólafs og við vorum einhvern veginn bara, Bragi Valdimar var búinn að skila af sér einhverjum textum og þegar við vorum búin að gernegla þessi aðalhlutverk þá gátum við byrjað að raða upp og ég vissi strax að ég vildi Margréti með mér af því að það bara, ég þurfti á því að halda af því að þetta er sönglega erfið sýning og svo er þetta danslega mjög erfið sýning líka. Þannig að við búum líka vel í leikhúsinu, það er einhver svona nafngreint hlutverk sem að leikarar húsins gátu tekið að sér, en við auglýstum pröfur og Kirsty MacDonald danshöfundur kom til landsins og við tókum á móti 220 manns sem var algjörlega magnað og þar var Jón Ólafsson líka og þau þurftu að syngja og það voru þetta ekki fjögur ránd eða eitthvað svoleiðis. Og hæfileikarnir sem við eigum og ég held að nýja fólki þau eru flest svona í kringum 25 ára aldurinn þannig að það er eitthvað magískt að gerast þar þegar þau eru að fæðast þetta fólk. Eins og gerðist í hárinu og svona, það komast undir svona kynslóður upp í svona söngleikum. Já, þú myndist Margrét á þarna einmitt 94 sýninguna. Þetta er alveg rétt, hún sprengdi bara upp eitthvað en frásagnarstýlinn líka sem að Balti notaði þar, það bara einhvern veginn, við vorum öll bara í sumarleikhúsi, allt, þetta var eitthvað, það gerðist eitthvað í heiminum og ég vil meina að með þeim talent sem við stillum upp þarna í þessum 23 einstaklingum sem standa fremst í rauðu myllunni, þá erum við að brjóta blað. Þetta eru magnaði dansarar og það eru allir, ég held að menn átti sig ekki á því, en það eru allir syngjandi á milljón í öllum númerum. Þetta er bara live. Og við áttum ekkert endilega vona því að þetta væri hægt. Það sé einhverjum 2 erfiðustu númerunum þar sem allir eru bara á hvolf og í einhverju bakfettu sem er örþunn svona
kóralína undir en þar fyrir utan eru bara allir með sendimækin sinn á sér. Þannig að mikið hrós til þeirra og þetta Getur þetta klikkað svona eitthvað sýningar svona? Ég hef allir eru hásir. Já, ég reyndi að hugsa þér að því að það var svo margir á sviðinu. Af því að ég vinn hérna og er að bóka fólk og svona. Þannig ég veit alltaf þegar að ganga flensur. Af því að það er bara ekki hægt að, og það er svona, ég held að það dalaðist núna, það er búið að vera svona COVID-flensa eitthvað í gangi. Ég hugsa að þú veist, í svona sýningu það getur bara að farið 5-6 bara á einu kvöldi út. Hvað gerir þá? Já, þetta er bara, hvað segir krakkar? Og þetta verður sýningin og það er bara á enginn eftir að fatta. Af því að við erum svo góði leikara líka. Lengur að ég kalla hennan Laufey sem er að taka upp af því að hún er að koma úr flensu og hún er ekki með rödd sko. Að syngja, það var ekki séns. Það gerist alltaf eftir frumsýningu að þá hugsa líkamannir, núna má ég slaka og þá svona, þá verða allir pínu veikir en þetta er nú bara það sem að við leikarar og sjófólk gerum, við bara mætum. Það er bara náttúrulega líka bara heilmikið prógram að viðhalda heilsunni, það er bara, maður verður að vera í góðu formi, þú veist, passa við... Drekka ekki fleiri svona 4 bjóra og... Algjörlega, það er bara, ef það er sýning daginn eftir. Ekki bjóra. En þú veist, ég var með að hugsa þetta morgun, fór í sund, fyrir í gufu, þú veist, reyna að sofa, þannig að ég sé með orku, borða vel, þú veist, þetta er bara alveg fulltime vinna, sko. Ekki bara mæta að leika sér. Svo er lífið þannig að maður gerir allt rétt, en svo bara dugar það ekki og maður er brófefinn. Nei, þá verðum við bara fara í gegnum það. Það er bara þannig, svona raunir lífsins. En er það því ég er með svona söngleikja sakfræðinga hérna. Að því að þú veist að tala hérna revíu, það er ekki hægt að setja upp gamla revíur, það er bara að fara inn í eitthvað tiltekið tíma og er ekki hægt að nota aftur. Söngleikin eru svolítið líka, það er svona, músíkin er svona passar misvel, þannig að það er kannski eins og rosalegt úrval af svona söngleiki sem er bara alltaf hægt að taka og sækja, ekki eins og þú veist, þú getur alltaf sótt Kardimumbæinn og Línu Ásók í barnaleikhúsi. Einmitt. En það er ekki margir söngleiki sem eru, þú veist, óperan er alltaf með þetta sama, það getur sett upp alltaf. Það er náttúrulega svipað eins og það er búið að setja upp Litlu hryllingsbúðina 5 sinnum, eða eitthvað svoleiðis, sko. Litla hryllingsbúðin, Chicago, Hárið, þetta er þessi söngleikir sem að... Kabarett. Einmitt. En hvað, þú veist, ég meina, gæti maður sett upp Sondheim? Já. Ég vil setja samstarfi. Nei, þú veist, í alvöru, það þarf bara að pæla í því. Vill fólk sjá eitthvað eldra og einhverja tónlist sem að tala til þess. Við reyndum Eitraða litla pillu, Jagged Little Pill eftir með tónlist Alanis Morissette. Það fór ekki eins og við vonuðum. Það bara gekk ekki. Laufey var tónleikum í Barclay í gær, í San Francisco, 30 manns og körfuboltasal, fullur salur. Það er músík sem vísar mjög aftur til svona 1930-40. Hvaða tónleikar voru það? Laufey. Já, Laufey. Okkar Laufey. Ég er að segja að það er sko eldri músík og eldra sound. Já, algjörlega. Nei, það má skoða þessa gömlu klassísku söngleiki. Mér finnst þetta alveg rosalega heitlandi form. Ég elska óperu. Ég bara elska þennan stóra frásagnastíl þar sem allt verður ýkt og stórt og við bara verðum að trúa á það. Við þurfum að koma tilfinningum okkar frá okkur í söng. Og himinn og jörð að farast af því að hertoginn hættir við að fjármagna mylluna. Þetta er bara, ég dýrka þetta. Ég meina, segðu bara eins og West Side Story sem er gríðarlega mikið klassík og mér finnst það ekkert endilega þyrfti eitthvað að staðfæra það eða þú veist, setja það í nútíman til þess að myndi virka. Maður bara fer inn í söguna ef þetta er vel gert og textarnir vel fluttir og söngurinn einlægur og góður og þá bara fer maður inn í söguna með sama á hvaða tíma þetta á að gerast. Ég vil bara meina að það er svona mismunandi hvaða í menningunni hvað tala til okkar sko. Þetta kemur allt í einhverjum svona bylgjum sko. Kannski West Side Story allt í einu þá bara hittir það akkurat, bara passa svo vel og svo kannski 10 ára setna þá er ég veit ekki alveg. Það gæti alveg verið sko, það er alltaf sveiflur í þessu eins og öllu öðru sko. Mér finnst gaman að svona þegar fólk brestur í söng, skemmtilegast ef það svo opnar ykkur gluggan og annarra hefð og tekur undir. Já, það er mjög fallegt, það er rosalega fallegt og einhver þriði hengir út á snúru og tekur undir. Við þetta skemmtilegt við setjum þegar svona söngvamyndu þegar bara allt fer á flug.
sem þarna. Allt hverfið, brýst út í söng. Ég sá söngleik í hvernig var Vitfús? Hitti fyrir sumar. Síðast, já, hitti fyrir sumar. Já, hitti fyrir, ég reyna að fylgjast með öllu sem er að gerast og ég sá Mikka einmitt í söngleiknum Vitfús Blue og Vélmennin eftir Egil Andrásson. Það var sýnt hjá Aftur á móti í Háskólabíó í hitti fyrir sumar. Þá vissi ég bara alveg hvað ég átti að gera. Og var náttúrulega búin að sjá Hildi oftsinnis og sem Elsu í Frosti. Og þá var þetta bara svolítið. En eitt með söngleiki að yfirleitt þetta sko músík sem samið fyrir þá og bara misgóð og sumir bara alveg frábærir alveg út í gegn og frábærir, en þetta svolítið svindl. Þetta algjört svindl. Þetta nútíma formið af söngleik, myndi ég segja. Má þetta eiginlega. Að taka vinsældalistan og breyta hann í söngleik. Einmitt. Og bara pota inn einni línu af þessu lagi. Ég hlusta mjög mikið á Gullbylgjuna og þetta eru allt svona einhverju 70s slagara. Það svo fyndið. Hún heilt hús á mörgum hæðum. Ég bara, hvað ætli þetta sé? Svo heyrði ég bara þetta lag eftir Lionel Richie í sumar. She's a brick house, she's mighty, built like an Amazon. Og bara, ok. En þeir hafa haft gaman þarna, þessir sem að fenga að putta hann í þessu fyrst. Og lögfræðingur sem sótti réttin, hann hafði líka rosa gaman. Já. Það var alveg heil sumar. Bara kærlega fyrir, ég held að fleiri en 2 sumar getur ímynd þar. Elton John heima? Sæll, heyrðu. En þetta svona eitt formið af söngleik sem hefur svona komið upp. Þetta rauninni kannski svipað og Revía sem að voru bara alls konar lög sett saman og þetta bara nútíma leiðin að því sko. En persónulega hef ég alltaf mjög gaman af svona orginal tónlistar söngleik sko. Sem svona algjör söngleikinörd. Einhver stærsta fléttan í þessu er fílingurinn eins og Bragi Valdimar kallar lagið. Þegar Satine og Kristján bara Kristján ítur og hún reynir að streitast á móti þangað til að þau bara mætast í ástinni. Og þetta, hvað haldið þið að séu mörg lög fléttu þarna saman? Þetta eru 6-7 mínútur af bara endalausum tímasinum. Og stundum bara ein setning fyrir hvert lag. Og Jón Örn og Þórhallur, sem sagt, hljóðmeistararnir okkar, sá sem að mixar hljóðið, Þórhallur, og Jón Örn sem að gera hljóðmyndina. Þetta erfiðasta lagið í sýningunni að mixa. Ég trúi því. Út af því að breytingarnar, það bara fyrir úr einum stíl í annan og líka hvernig þeir hreyfist sviðið. Þeir eru bara á tökkunum. Ég trúi því. Þetta algjört marathon fyrir okkur, en ótrúlega gaman líka að fá að syngja inn í þessu stóra lagi eru örugglega 20 og eitthvað lög. Að fá að syngja vinsæla íslenska texta sem allir þekkja. Bara Jón Jónsson og GTRN og Sigga Beinteins og Björgvin Halldórsson og allir. Ég var að tala svona entransinn því að það hefur byggt upp þegar þú kemur. Já. Og það bara búið að segja öllum að þetta bara eitthvað, það sem að fara að koma núna, algjörlega stórkostlegt. Það bara... Engi pressa. Og ég alveg fyrir það. Það ekki svolítið erfitt að vera svona... Ég talaði að vera, hvað heitir þetta, þegar maður með tilfinningur að maður sé að svindla eða... Imposter syndrom. Er ekki hægt á því að þetta svolítið mikið bravúr áður ég kem, litla ég. Þetta náttúrulega stórkostlegasta innkoma sem að ég hef átt í leikhúsi og muni örugglega eiga. Þannig að ég ætla bara að njóta þess að koma inn vonandi 200 sinnum, svífandi í rólu og vera kynntin sem glitrandi demantur, getur ímyndað þess. Það allir kallanir, allir sem hafa nafn, eru ástofnir þar. Já, það er bara góð leið. Sirkustjórinn eða hvað hann heitir. Sýtler. Já, okkar samband er meira svona, það er svona meira feðgina samband og vinnusamband heldur en ástarsamband. Það er náttúrulega, ástarsamband en ekki eins og ná við hina, sko. Þau eru svona öðruvísi tengd, sko. En ég ætla bara að njóta þess. Þetta er bara æðislegt og
og geggjað að fá að svífa þarna inn. Það bara svo fyndið ofta að því að hann kynnir mig inn og svo horfi ég niður í salinn og stundum bara enginn að horfa. Því það bara dettur í huga að leikonum koma úr loftinu. Sem bara æðislegt. Spoiler núna. Ég satt með dóttur minni sem að skannar alltaf herbergi þegar hún kemur inn og hún pikkaði í mig og benti og ég held að við höfum fylgst með þið sko svona í 1,5 mínútu að vera fyrst inn sko. Ég sit og horfi á heilt lag og reyna að ná andanum, svona stundum ekki alveg andanum, bara að því þetta að fara að byrja. En svo svo sé ég þá setjast í sikkur á stúkuna og ég sé Dóra minn kynna minn og þá bara slækaði og byrja að svífa. Og þetta gerur listavel. Það eitt varðandi persónunar heldur að Kristján finni ástina aftur eða? Já, þetta góð spurning. Ég held að hann muni alltaf bera næstu ást sína við þessa sko. Og það demant. Við demantinn, getur ímyndað þér. Það er ekki erfitt að leika að vera ástfangin að þessum glitrandi demant þegar hann kemur hann niður. Kemur allt í ljós í Moulin Rouge. Nei, ég held að The sequel. Ég held að það séu nokkur ár í það en ég held að muni aldrei verða jafn ástfangin og þarna og af því þetta er ást á sterum. Þetta er stóra ástin. Já, og það er svo magna að koma inn eftir hlé og segja eftir þetta fyrsta kvöld allt fyrir hlé gerist á einu kvöldi frá því að hann mætir með töskuna sína og hann kynnist henni ástfangin, nei, þetta á plat allt er vonlaust, ég ætla að berjast fyrir henni þetta gekk upp þetta er allt á einu kvöldi þannig að bara lífið er flugeldasýning sko þetta eina kvöld og já, til að svara spurningunni auðvitað mun hann finna ástina aftur en aldrei eins held ég sko. En það er ekkert gaman að finna sömu ástina aftur sko. Nei, þetta er enda geggjaði punktur. Þetta er geggjaði punktur. Tökum það með okkur ég nú bara að hugsa um hennan sequel. Moulin Rouge 2, spaðarnir af. Það eitt í sambandi söngleiki að þeir náttúrulega sömu leyti þróast á svona bara tilteknum svæðum. Þetta eiginlega bara Broadway og sömu leyti West End. West End, já. Og það þetta þróað í svona takt við áður þótt að sé ekkert lengur þannig að þetta náttúrulega bara fyrst og fremst kannski túristar sem eru á Broadway sem eru á. Ég man eftir að hvað heitir hún aftur sem lesbía gyðingur, mikill svona rífur kjaft og mikill svona New Yorker. Hún var eitthvað að segja að AIDS hefði eyðilagt söngleikinn. Það hreinsaði út áhorfendunar sem höfðu þroskað þetta listform með þeim sem voru upp á sviði. Hún náttúrulega, þetta kaldhæðnasta manneskja í heimi en þetta er samt þannig að hann náði að segja Paula Vogel, ég veit þetta ekki hún. Þetta er svo athyglisvert því maður hafði aldrei velti fyrir sér að svona fyrirbrigði sem maður hélt að væri svona universal þarf að eiga sér eitthvað svona staðbundnar rætur. En þetta er svona aðdragandi að því að spyrja svo hvernig Íslendingar eru sem áhorfendur af söngleikjum. Já, einmitt. Er eitthvað sem að er öðruvísi hér sko. Við Íslendingar eitthvað annars konar söngleiki, eitthvað sem hefur gengið annars það rennir því svo fellur hér en öfugt. Já, það er, eins og ég sagði líka áðan að það bara, mér finnst þetta ennþá þess svona kúltúr sem er svolítið bara í þróun hjá okkur. Við eigum náttúrulega kannski ekki mikið af íslenskum söngleikjum, við eigum þá alveg, en við eigum ekki mikið af þeim sko. Í fyrra með. Já, ég segi að þetta kemur alveg upp öðru hverju, en mér finnst þetta allt vera svona kúltúr sem er í þróun hjá okkur og bara okkar fortíð, minn á Brynhildar til dæmis í söngleiknum Rent, hann var heldur ekki einhver svaka hittari sko. Þetta var bandarísku söngleikur sem að allt er sungið í gegn, þetta er náttúrulega byggt á La Bohème þar. Það er ekki líka í Loftkastalanum? Þetta var í Loftkastalanum, já, og þarna var þetta svona svolítið challenging fyrir áhorfandann, það er allt sungið, það er ekkert tala neitt á milli sko, og þetta er alveg þung saga sko. Og það er bara 3 klukkutímar af eingöngu söng sko. Á þeim tíma var það stór skammtur fyrir Ísland. Já, held það sko. Þetta var geggjað sumar einhvern veginn. Ég hef sagt það áður en það bara Esjan hefur aldrei verið svona falleg og himinin aldrei svona blár og fólk aldrei svona
sætt og geggjaði kringum hann. Í mínum heimi var það þannig. Við bara ættum Reykjavík og áttum hana. Já, akkurat. Og vorum bara mjög óþekka, en þetta var mjög skemmtilegu tími. En nei, þetta var ekki, þú veist, eitthvað 100 sýninga fenómenon, en að gera svona með leikstjóri eins og Balta, sem að líka gerði hárið, þetta var algjörlega merkjað og ég held að við Íslendingar, við erum svolítið svona bara alætur á það sem í leikhúsinu og leikhúsunnandi leikhúsunnandi, burtséð frá því hvort það leikrit eða söngleikur. Og ég held að við séum alltaf á höttunum eftir leikritinu þó að það sé inn í söngleik. Þetta kannski þetta og jafnvel eins og með Mamma Mia, því að Mamma Mia fekk svakalega mikið hrós, kom einhverju svona erlendir rétthafar og sagði þetta alveg frábær sýning og fólki fannst þetta vera nær en einhver sýning sem það hafði séð á Broadway og kannski eru við, þú veist, við viljum heyra söguna inn í fjörunum. Söguþjóðin. Og þess að segja, við vorum að tala áðan líka með revíurnar, þær eru búin að vera, þú veist, viðlóðandi leikhús í mörg ár, sko. Það er móða lítið núna. Það er svona minna núna, en þá heitir þetta kannski leikrit með söngvum núna. Það er kannski svipað Það var náttúrulega svona verið að vitna í bara samtíman. Það var líka oft meira skemmtun, það var þú veist, byggja upp hlátur og svona með afþreying, sko. En að þið eru að fara svona í söguna, ekki líka komin bara kynslu leikara sem að ræðu betur við þetta, með allri virðingu fyrir ykkar kynslu, með að sem að sko dansa og syngja og gera þetta alls saman? Ég myndi segja það, Ég myndi segja það algjörlega hiklaust og bara vera að fylgjast með þessum krökkum sem eru útskrifast núna. Og bara framhaldsskólanir eru bara framleiða. Líka það er bara svo margt í boði, það er hægt að, þú veist, frá unga aldri núna hægt að sækja sér nám, þegar þú ert bara frá þú ert 10 ára eða 12 ára, bara söngleikjanám eða leiklistarnám sem var ekkert hægt þegar allavega ég var svona ung. Nú er bara borgarleikhús skóli og það eru sjálfsagt starfandi leiklistaskólar sem að þannig að þessi krakkar hérna sem var að koma upp sem voru kannski í prjófunum, ég veit ekki hvað, þau eru 20 eða 25, þau eru bara rosalegir dansarar, svakalegir söngvarar og leikarar. Með mikla reynslu líka. En þið voruð bæði í Vestló og það er náttúrulega líka skóli út af fyrir sig að taka þátt í þeim stóru sýningum sem Vestló setur upp. Þetta er Það er menningarfyrirbrigði, svona svipað og kórin í MH og svona, sem við höfum að taka ofana fyrir hvað Vestló er duglegt að framleiða þetta. Já, mér finnst það. Jú. Og svo eru í auknum mæli fólk að fara erlendis og sækja sér söngleikjanám eins og bæði Pétur Ernir Svavason sem er í sýningunni Leik og Babydoll og Fanny Lisa Hevesi, þau eru bæði útskrifuð úr sérstöku söngleikjanámi. Og það sést langaleiðir. Það er rosa margir á sviðinu og þetta er mikil framkvæmd að setja þetta upp. Stundum sér maður á sýningum að það eru svona bara byrjar aðeins að síga svona og þá hugsa maður bara leikstjóri var alveg búinn á því náði ekki að keyra hópinn hann í gegn. Það er ekki að segja þessu. Hvernig er Brynhildur sem svona boss? Hvernig er Brynhildur sem boss á stýr? Hún er svo æðisleg, sko. Það er svo mikil orka og það er svo mikil ástríða og það er svo mikil gleði að það er ekki hægt að smitast ekki. Ættu að ráða hana því að Káir eru í vandræðum? Já, takk. Sumir eru bara fæddir góðir stjórar, það sama í hvað fæið það er, sko. Og Brynhildur, líka, ef þú býður þig fram til forseta, þá varstu minn forseti. En nei, hún er stórkostleg. Það er frekar leiðilegt, því hún hefur engan leikhóp. Hún situr bara einn á skrifstofunni. En er ekki samfélagið leikhópur? Svo koma skátarnir eins og... Ég segi, er samfélagið ekki bara eitt stór leikhópur? En hún stóð sér alveg frábærlega vel. Er þetta ekki fyrsta stykki sem varst að leikstýra, svona stórt? Er þetta fyrsti söngleikurinn? Fyrsti söngleikurinn, jú. Þannig að það var ekki að finna. Nei. Hún kunni verkið alveg frá toppi til táar, alveg frá A til Ö. Bara alla texta, bæði talaða og sönglega, þannig að, þú veist, það var mikið öryggi að vita það líka. Hún er búin að alveg stúdera þetta alveg í þaula. Og vissi nákvæmlega hvað var að gerast, hvað hún vildi og svo náttúrulega bara er hún stórkostleg leikkona og unun að fá henni upp á svið og sjá henni að leika alla karakterina eins og hún myndi leika það. Og það var að fylgja með henni, sko. Og líka ég var með Brynhildi fyrir 10 árum síðan í Mamma Mia. Þá fikk ég að leika á móti henni
og fyrsta skipti í leikhúsinu og þetta var rosalega stór fyrir mig að tala íslensku fyrir mig á móti Brynhildi og svona en svo ég búinn að vera í Þjóðleikhúsinu að vinna í langan tíma og ég var að klára Frost og ég var ógeðslega þreyttur, ég frétti að það væri inntökupróf audition fyrir Moulin Rouge og svo ég var ekki alveg viss og ég var þreyttur eitthvað svona en svo ég fréttaði að Hildur Vala hún ætla að fara að leika stóra hlutverki. Ég þurfti að hvísla því að þér til þess að fá þau til að fara í pröfur. Já, og þá ákveði ég bara, ok, ég ætla að mæta inntökupróf, sko. En svo fréttaði ég segna að Brynhildur var ekki bara borgarleikhússtjóri, hún ætla að fara að leikstýra. Þá hugsaði, ok, þá ætla ég að mæta, sko. Þá verði ég að vera með, sko. Þegar ég man að það var ógeðslega gaman að vinna með þér í Mamma Mia og svo ég vildi upplifa þetta aftur, sko, í þessu formi. Sömulegis, takk elskuðum mínir. Ég er bara að láta lítið mér fyrir það, ég er bara lítill og feimin. Stundum fylgir þessari sögu hérna önnur, hún kemur alltaf tilbúin, veit allt saman. Svo hinum megin hérna einhver stjórnleys perfektionismi sem er á enni með svipu alla daga. Það er þannig oft Brynhildur. Perfektionistinn í mér? Já, sem er grimmur. Hann er harður húsbóndi en ég er búin að venjast honum og mér finnst best að vera eins og ég segi í auga stormsins. Þá er ég búin að fara í gegnum helminginn. Ég er í soginu og ég veit að ég eftir að fara í gegnum hina erfiðleikana. Þar þrífst ég best. En þegar maður vinnur með svona hópa fólki og allir fóru auka lengri leiðina fyrir mig, allar tæknideildir, hann Hallur minn hann er í ljósadeildinni, hann kom öllum ljósunum í loftinu í Borgarleikhúsinu í gang. Það þurfti að víra þetta allt upp á nýtt og hann gafst ekki upp og hann gerði þetta. Og hann kom mylluspöðunum í gang 3:00 á afmælisdaginn minn af því að hann ætlaði að gera þetta. Við erum öll búin að vaða þungastrauma til að komast þarna saman. En takk líka krakkar bara fyrir að þola mig og ég veit að þetta er stundum alveg bara, nei, hafðu puttan upp og hafðu svona því að þetta þýðir stopp, þetta þýðir komdu. Þetta er alveg, þetta er hárnákvæmt en við erum líka, já þetta er þétt. Þetta skildi ekki pompa á trínið. Hvernig, maður klappaði fyrir ykkur? Var, ennþá. Já, staðið upp og klappað og bara aftur í gær, sýning 2. Aftur í kvöld. Aftur í kvöld. Og er það svona staðfesting á að það sé í lagi? Ég held maður Hefist eitthvað það? Nei. Nú er bara komið og sækir klappið. Nei, maður þarf alltaf að vinna fyrir því. Þetta er ekkert eitthvað bara sjálfsagður hlutur. En það ég held við finnum það bara. Já. Á leiðinni, í sýningunni. Já, bara svona í gegnum þetta ferli að ég held að við séum öll bara svo ánægð með þessa sýningu og verum svo góður hópur að við svona, þú veist, auðvitað er það alltaf gaman en ég þarf bara, ég þarf það ekki, ég þarf að hún sé glöð. Að hópurinn sé glaður. Já, en Hildur, ef þú fengir ekki klappið, þá held ég að þú myndir sjá eftir því að vilja það, sko. Það er bara leiðilegt. Já, en það er ekki það sem að maður er að bíða eftir í lokin, sko. Það er bara... Þetta er náttúrulega þjónustustarf, þið er náttúrulega að þjóna fólkinu út í sagar. Það er ekki hvort öðru bara. Svo er mér frábæra mótleikara og ég sá myndband daginn þar sem ég er að hneigja mig og hann er að fá allir salir komið til að ég vissi það ekki og svo sá ég þetta vídeo og ég svo og ég er heppin. En ég held líka bara það að viðbröðin sem við erum búin að fá að því að maður þekkir það og því eflust meir en ég, því þetta er nú fyrsta sem ég geri en ég er samt búin að leika slatta og veit hvernig það er að fá, að það munur á þegar maður klárar að sína og það er komið að mann og sagt heyrði, takk fyrir mig, þetta var mjög skemmtilegt, takk, og svo fer fólk og þá veit maður alveg hvað það þýðir en þegar fólk kemur til manns og horfir í augun á manni og bara wow, gefur manni þetta maður finnur bara munin hvað fólk er að segja það þarf ekki að segja einhver svakaleg orð maður sér og finnur og það er að sama þegar fólk stendur upp að því að maður hefur alveg verið, það hefur verið að klappa fyrir manni og svo byrjar einhver einn að standa upp og það er eitthvað svona, ok, þurfum að standa upp og svo sér maður fólki í salnum svona standandi í meðvirkni en þegar maður horfir núna fram í sal og fólki stendur á sjálfstæðum já, það stendur á sjálfstæðum og það er, maður sér
andlitin og það munur. Það alveg magnað bara sem performer því að ég upplifa líka sem söngkona bara að syngja á tónleikum að bara þegar maður finnur að maður hefði snert við fólki sko að bara þá einhvern veginn bara opinbera maður sjálfa sig svolítið líka og gefur færi svolítið á sér og það snerti líka við fólki og mér finnst eins og við séum svolítið að fara þetta auka skref sem er bara að snerta við fólki og þess vegna fer ég í leikhús eða tónleika af því að ég vil finna fyrir svona einhverju samkennd eða það snerti við tilfinningunum mínum eða það triggerar einhverjar minningar og svona þannig að það er bara ótrúlega falleg gjöf sem á sér þarna stað bæði frá áhorfendum til mín og frá mín til þeirra það er svona leikhústöfrarnir þarna sko maður fer í leikhús að leita þessu og sætti sig við að það gerist ekki alltaf vegna þess að þegar það gerist þetta var þess virði að hafa farið nokkru sinnum áður Þetta er auðvitað að segja að standa upp svona neyðast til þess að standa upp að þið aldrei hinn að gera það ég las ekki greina það var bara 6 til þess að standa upp í held ég 1500 manna sal til þess að allir samlist en við erum þannig Þú getur sett bara 6 í salin Það er ekki bara að setja 3 þetta er 550 manna sal Það er reyndar eitt sko að þessi sýning er náttúrulega of stór fyrir salin Það væri náttúrulega miklu betra að setja þetta upp í svona, ég segi svona 800 til 1200 manna sal fyrir sko gjaldkyrraðan í leikhúsinu fyrir budduna pottþétt en ég held við séum að ná Þetta er náttúrulega bara stærsti leikhússalur á landinu. Eldborg er allt öðruvísi salur og við myndum aldrei ná þessari nánd, við gætum ekki hort í augun á. Þetta er fínt fyrir sko áhorfendur og ykkur, en ég bara var að hugsa gjaldkyrran. Já, gjaldkyrran, hann það bara... Hann redda sér bara. Endum hérna á gjaldkyrranum. Við erum búin að tala drama og peninga og söngleiki og allan áskotan í kringum þetta. Hérna Camille Margrét Eir, Hildur Vala, Mikael og Brynhildur, kærar þakkir. Takk fyrir okkur. Og við ætlum að snúa okkur að allt hérna við rauðaborðið, veit ekki hvað það kemur í ljós eftir smástund. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.